Komið öll sæl og verið velkomin í Hlaðvarpssögu skoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Sjálfsson heiti ég. Já, við erum mættir hingað aftur í Hlaðvarpssögu skoðun á þessum heita júlidegi. Það er sannarlega mjög heitt hér í okkar heimsluta í dag og þetta segja það. Já, hér er 30 stigi hiti og glampandi sól. Það er þannig alla helgina. Já, og ég er að fara til Spánar eftir viku. Mér er verið að hugsa til þín hérna í hitannu og við erum að fara í eitthvað ennþá verra. Ég veit ekki alveg hver átti hugmyndir að fara til Spánar í júli þegar er manndráps hiti á hverju sumri. En þetta er eiginlega orðið svolítið þannig sjáðu að sko maður á helst að fara til Evrópu bara á veturna sko. Svo á maður bara að vera á Íslandi og Norður-Noregi og Grænlandi og svona á sumrin sko. Jöp. Reynda kannski ekki í Norður-Noregi, það er 30 stig á því núna. Það er ótrúlega þessi 3 ár sem ég er búin að búa hérna. Þetta er sko, það er 20-30 stig hiti bara hver eins á sumri. Þessi er þetta svo óvinnulegt en ég er bara að upplifa svona glampandi sól og bara spánað við dag eftir dag. Ég mitt. Hanna. Hver þarf að fara? Þetta er coolcation, segja þeir túristarnir. Já. Það sé að vera svolítið vinsælt núna að fara í coolcation. Já. Til dæmis til Íslands og svona. Já, það er mitt. Flýja hitan. Það verður kannski bara meira af því. Já, sjálfsagt. En já, við erum sem fyrr, Hlaðvarpssögu skoðun, mættir eina ferðina en hér í upptökur og þetta mun vera þáttur númer 111. Síðasti þátturinn í seasoninu en við vorum hér í síðasta þætti að ræða saman Íran byltinguna í Íran. Það var langur þáttur. Já. Það var held ég alveg yfir 2,5 tími nánast. Já. En það nóg að taka þar. Já, það vantar ekki. Og við ætluðum svona í þættinum í dag að svona aðeins að klára það mál. Þetta er þannig að má segja það að þessi þáttur sé kannski sjálfstætt framhald af síðasta þætti en við ætlum að ræða Íran-Írak stríðið. Já. Sem að við vorum svona aðeins byrjaðir að tala hérna í lok síðasta þáttur en náðu nú ekki að komast lengra með það. Og það er náttúrulega svo náðu þetta byltingunni og hangir svo saman auðvitað líka náttúrulega bara við þá heimsýn eða þá stöðu í heimsmálum sem við höfum í dag og við höfum sagt náttúrulega stór hluti í stuttumáli er alveg að segja allir að þessi klerkastjórn sem er við völd í Íran í dag er kannski ekki að megnu til en að mjög miklu leyti til auðvitað við völd út af Íran-Írak stríðinu. Já. Og það er svona líka svo áhverð þessi samlíking auðvitað við frönsku byltinguna náttúrulega stór hluti af því að franska byltingin hvað maður segja, fór eins og hún fór og að hún heppnaðist þannig séð var auðvitað það að ríkin í kringum Frakkland réðust á Frakkland og byltinguna og það er náttúrulega þjappaði auðvitað frönsku samfélagi saman og það er auðvitað sama sem við sjáum í Íran. Já, einmitt. Sko, Íran-Írak stríðið er eins og nafnilegt gefið til kynna á milli Írans og Írak og ég var að hugsa sko manstu þessi gamli málsáttur megirðu lifa á áhugaverðum tímum. Já. Það er svona maður setur sig í spor fólks til dæmis í Íran á 8. áratugnum og maður svona setur sig í spor þess að vera venjulegur borgari þar og það er svona spennandi tímar þannig séð það er mikið í gangi það eru undiralda gegn keisaranum og það vindur upp á sig og það er einhvern veginn svona allt að gerast maður getur ímyndað sér og maður sé myndirnar af þessu þú veist við vorum að tala þetta væri svo vinsælt og fólki út á götu og mikil svona samstaða hjá fólki. Já. Og sannarlega spennandi tímar en síðan auðvitað vindur það upp á sig og verður sko, það held áfram að vera spennandi tímar það kemur ógnarstjórn þarna 8.000 manns voru teknir að lífi og síðan kemur náttúrulega þetta viðstykkilega stríð í 8 ár og svo náttúrulega sko að þú verður Íraksmegin
þar auðvitað er það að gerast auðvitað að Saddam Hussein kemst til valda formlega sem forseti, hann var búin að vera varaforseti þarna fyrir 1978 eða ekki eða 9 og svo byrjaði þetta stríð þarna og svo nú bara meira og minna búið að vera vesen í Írak bara allar götur síðan máilega bara liggur við segja það sko já, það má segja það þannig að það er svona spennandi tímar þannig má orðið komast sko heil mikið að gerast og bæði þetta auðvitað eitthvað sem á síðan náttúrulega beina tengingu inn í samtímanu auðvitað já, algjörlega og ég bara að hugsa það svona hvað sniðugt að byrja ég held að það sé kannski sniðugt að byrja að gera sér hans betur grein fyrir því í hvað stöðu Íran var þegar stríðið brýst út því það sem er áhugavert og það sem er sérstaklega mikilvægt að gera sér grein fyrir með Íran er að Íran náttúrulega er ekki hreint þjóðuríki eða maður kallar það sem svo Persarnir sem eru kjarnin í íranska ríkinu er ekki nema kannski 51% af íbúum þjóðarinnar já og aðrir stórir minnlutahópar er þá til dæmis Aserarnir sem er það fólk sem býr til dæmis í Azerbaijan og það búa fleiri Aserar til dæmis í Íran heldur en búi í Azerbaijan og vel að merkja Azerbaijan er náttúrulega land Aserana sem er tyrkneskt fólk sem talar eitthvað tyrkneska mállýsku og er í miklu tengslu þá við Tyrklandu auðvitað þú ert líka með Kúrdana sem er alltaf hvað stærsti minnlutahópur í heimi sem er án þjóðríkis þeir eru eitthvað 40 milljónir og Kúrdar þá búa einmitt yfir svæði þá sem til í dag Tyrklandi, Sýrlandi, Írak og Íran svo er þetta líka með eitthvað Balúki fólk í suðausturhlutanum og svo ertu með fullt af einhverjum öðrum svona minnlutahópum og þetta hérna er sérstaklega mikilvægt að hafa í huga upp á það þegar byltingin sem braust út og ríkisvaldið veiktist svona mikið sérstaklega þá veist ríkisstjórnin og valdið í Teheran, höfuborginni að þá hrindu á stað mikið af þessu fólki uppreisnum hann að hluti af því eða stærsta vandamál byltingarinnar fyrst var að ná aftur stjórn á öllum þessum aðskilnaðar hreyfingum og héruðum þar sem þeir hreinlega mistu tökin á stóru landsvæðum og síðan ofan á allt það kom líka þá einmitt Íraksstríðið með því að Saddam Hussein ákvað þá að ráðast inn og það er mikilvægt að hafa þetta í huga því ef maður horfir ef maður lítur bara einfaldar tölur yfir til dæmis stærðarmunin á Íran og Írak að því að sko Íran náttúrulega margfalt stærra fjölmennin heldur nokkuð tímann Írak og þá getum hugsað með sér að það er fáránlegt fyrir að Saddam Hussein hafa ákvað að ráðast á þá en til að setja þetta á samhengi til þess að Íran er sko 4 sinnum stærra heldur en Írak og með 3 sinnum íbúafjölda Íraks og ekki bara það, þú veist, Íran var með 2-faldan oljugróða á við Írak og ennfremur líka sko höfuborgin höfuborgin Teheran er einhverja 740 km frá landamærunum og með Bagdad var bara 160 km frá landamærunum og allar aðal borgir Írans voru bakvið sko Sargos fjöllin og það var alveg augljóst að Írak hafði enga burði til þess að ráðast yfir þá fjallakeðju á meðan að sko á meðan borgi Íraks voru náttúrulega mjög nálægt landamærunum og léttara fyrir Íran að ráðast á til þess Basra sem er ein mikilvægasta borgin í suðrinu þá við ströndina íranska stórskotalið gátt skotið til þess þangað yfir hún var það nálægt landamærunum en hugsanur áttur Saddams auðvitað og hans réttlæting var auðvitað svo að heyrðu Írani er algjörlega upplaust þarna er ný stjórn þeir hafa ekkert almennilega tök á landinu það eru aðskilnaðar hreyfingar hér og þar heyrðu, núna notaði tækifæri því það eru líka tölvöld af örubum sem búa í Íran og það var það sem var kannski Saddam fyrst og fremst ætlaði sér að ná það var að ná þarna þetta hér að heiti Khuzestan sem þá suðvestur hluti Írans og liggur þá við Persaflóa og landamæri Íraks og ætlaði þá að leggja það svæði undir sig og ná þannig meginþorra olju Írans fá betri aðgang að Persaflóa og þannig, þú veist, að ná örubunum líka aftur inn í þetta ríki sem hann var að byggja því þetta alltaf hangir þetta saman líka við þennan pan-arabisma að því það náttúrulega fólkið í Sýrlandi og Írak er sama fólkið þannig séð, þetta tala sama tungumóli þetta er búið til hér á sömu ríkjónum í 100 ára og það er einnig, þú veist, Líbía og Írak það er aðeins mállýskumunur
en þetta eru ríki sem samfélög sem hafa verið í ríkjasambandi mjög, mjög lengi, þannig að það lifir ennþá í dag náttúrulega þessi draumur að sameina alla Arabana. Já. Og þess vegna sáu allir fullt af svona tilraunum á 20. öldinni. Já, alltaf Írak og Sýrland og Egyptalandu þetta voru á áratugunum þarna undan búinir að vera að reyna að gera tilraunir til þess að sameina ríkin sín upp að einhverju marki sameina Araba lýðveldið hérna held ég á tímabili. Já, og með svo Sýrland og Egyptaland saminuðust. Sýrlandsdeildin og Íraksdeildin eitthvað líka. Einmitt. Það er náttúrulega líka hluti að þessu þá öll þessi þjóðernishyggja og panarabismin pluss það auðvitað eins og ég nefni, þú veist, oljan og peningarnir í tengslum við það allt. Já. En sem náttúrulega flækst þetta líka þegar náttúrulega koma trúarbrögðin inn í þetta líka og það er náttúrulega mikilvægt að hafa það í huga þetta er náttúrulega hluta til, þetta er náttúrulega bæði þjóðernis, sósíalistísk og shia íslömsk uppreisn í Íran. Það er allavega flokkar, þetta er bara sem rússnesku byltinguna, þú ert með allavega flokka og skoðanir og svo náttúrulega líka náttúrulega deilur innan þeirra. Já. En til dæmis þá Arabarnir sem búa í Íran, hérna í þessu suðvestur hluta, þeir náttúrulega eru að megnu til shia, réttið sem með kurdana, megni af kurdunum í Íran eru shia muslimar og það skiptur oft meira máli heldur en sunni sem er meira hluti muslima. En það er nú alveg svolítið stór shia-minnihluti eða ekki í Írak. Já, því það er nefnilega svo áhugavert með Írak líka er að shiarnir þar eru þeir ekki jafnvel meirihluti í Írak eða hátt í það? Nei, það held ég ekki, byrju, ég skal googla það. Þeir eru allavega mjög stór minnihluti. Sko, jú, svei mér þá maður. Þeir segja hérna á Wikipedia að árið 2020 þá 61% šítar og 35% sunnitar í Írak. Já, mitt. Það er áhugavert. Og þetta er alveg saman með Sýrland, meirhlutin þar eru, kannski einhvers konar šítamuslimar og minnhluti sunni. Og svo náttúrulega sérstaklega áhugavert alltaf með Sýrland líka þegar þú tekur líka hann einhverja drúsa og alavítan og svona sem er stundum flokkari sem einhvers konar šítamuslimar. Og þess vegna nú er ég að fara svolítið fram úr okkur en þess vegna náttúrulega var svo áhugavert og skrítið að ýmsu leyti Bandaríkin ákveða að ráðast á Írak 2003 og fjarlæga þetta sunni muslimans Saddam Hussein sem var að halda niður í shia muslimunum því það náttúrulega var það hefði ekki gett verið betra fyrir Íran og klökkristjórnina þar sem náttúrulega Bandaríkin eru sérstaklega í andstöðu við og berjast gegn. Þannig að þess vegna færðu þeir náttúrulega Írak í dag bara færðu Írönum Írak á silfurfati enda hefur þeir Íran og Írak mjög verið að styrkja tengslin núna, síðastliðin ár. En hérna, ef við tölum að þessum að því að það eru margir núansar á þessu við getum auðvitað sagt hérna til að byrja með þetta bara svona ef ykkur þekkir ekki alveg útlínurnar í þessu þetta er stríð sem gekk í 8 ár frá 1980 til 1988 Írakar hófu styrjöldina en hún endar í rauninni þannig að það er engin breyting á landamærum eða neinn svona sérstök breyting sem verður eftir þetta stríð, tala betur það eftir kannski hverja afleiðingar styrjaldarinn voru en það er einmitt þannig sem þetta var en sínastu þetta með stórveldin náttúrulega spila hann á rullu og Bandaríkin eins og þú ert að nefna þeir áttu eftir að koma hann við sögu þetta í Írak setna og svona og þeir komu þetta við sögu þarna líka vegna þess að því þú varst líka að tala munin á þessum tveimur löndum hvað annað væri miklu öflugur og sterkari að það spilar auðvitað þarna inn í líka að Íran hafði auðvitað verið þessu tölum myndin síðast að þetta svona þessi helsti bandamaður Bandaríkjana á svæðinu og Íran var með stærsta herinn á svæðinu var nú með 5. stærsta her í heimi stútfullur af state of the art herdóti frá Bandaríkjunum og þó svo að íranski herinn hafði vissulega verið mjög veiktur eftir í kjölfar byltingarinnar margir höfðsöðingjar sem að féllu í valinn og mikið af fólki sem að kunni að nota verkfærin og svona hafði flúið og annað og Bandaríkin voru ekki lengur að supporta þá með svona tech support og maður komast þannig orðið og þá auðvitað samt íranski herinn á þessum tímúndi þegar Írak gerir innrásina ennþá
stærri eða ekki. Jú, og til dæmis að var sko hernar útgjöldum Írans voru 60% meiri heldur en Íraks og Íran alltaf stærra hagkerfi þannig að þau útgjöld voru lægri hluti af kallar maður það ekki vergframleiðsla GDP, vergþjóðarframleiðsla en það þá auðvitað þannig að Bandaríkin náttúrulega eru búin að missa sinn helsta bandamann og þeir auðvitað hljóta styðja Saddam í þessum plönum sínum. Það bara það sem nefnilega áhugavert því að Saddam Hussein á þessum tíma var líka að koma sér upp kjarnorkuvopnum og var sem sagt með kjarnorkuver sem var í uppbyggingu og það leiddi til þess að menn voru mjög hikandi við að styðja hann af því að Bandaríkin og Sovétríkin voru alltaf sammála það í kalda stríðinu, þeir vildu ekki dreifa kjarnorkusprengjum, þeir vildu ekki að önnur ríki myndi koma sér upp kjarnorkusprengjum. Og eins þá með Sovétríkjunum, þau voru mjög reið út í Saddam líka, hann hefði ekki sagt honum frá þessu. Þannig að Saddam Hussein var voðalega mikið svona hvað við segja, spil einhvern veginn eigin leikrit, eða var einhvern veginn á eigin vegum, en auðvitað átti það sé hann alltaf fyrir að breytast hægt og rólega. En það auðvitað kannski hjálpar auðvitað til að náttúrulega Saddam hefði ekkert getað ráðist á keisarastjórnina, Bandaríkjamenn hefðu örugglega brugðist í því. Já, það hefði verið allt annað. Þannig auðvitað hafa Bandaríkjamenn á minnsta kosti hort framhjá þessu. Já. Af því að þeir vildu náttúrulega losna við þessa ayatollah þarna. Já, þeir vildu losna við þá. Og svo náttúrulega auðvitað gíslakrísan í gangi líka. Já. Á þessum tíma það ekki? Jú, hún kemur inn í þetta líka. En síðan það sem að sérstaklega mikilvægt að hafa í huga eins og þetta svo nefndir með sko tech supportið, með þennan stuðning vegna þess að þetta svo við höfum talað þetta áður þegar að ríkir reyna að innvæðast og nútímavæðast og eitthvað svona að til dæmis sko nútíma hernaður svo brjálaslega flókin að þú getur ekki notað ólæsan bændadreng úr einhverju þorpi og kent honum að nota fallbyssur og stýra einhverjum eldflögum og hvað það en þess vegna það í dag til dæmis að í öllum þessum löndum í miðausturlöndum að þegar þessi ríki að kaupa háþróaðan tæknibúnað, hernaðarbúnað frá Vesturlöndum, þá alltaf háður því að fá hernar sérfræðinga og stuðning til þess að reka þessi tæki vegna þess að það svo lélegt menntunarstig og svo lágt menntunarstig í öllum miðausturlöndum að þessar þjóðir hafa ekki burði til þess að reka þessi kerfi sjálf. Einu undantekningin Ísrael og Tyrkland. Já. Þannig að til dæmis að þegar byltingin brýst út og sjáin fellur að þá að tala um eitthvað eins og íranska flugherinn sem var sko rjómi Írans og íranska heraflans að þeir voru þá til dæmis með 421 flugvél og rosalega flottar og teknivettar og allt slíkt en allir varahlutirnir og viðhaldi á svona flugvél brjálaslega flókið til þess að bara F-34 þóttina sem norðmenn eru með það farið yfir allt 3 sinnum þannig að þetta sé í lagi og þú flýgur 1 klukkutíma þá ertu með sko svona marga klukkutíma í viðhaldi upp á móti en allavega þannig að allir þessir varahlutir þeim var dreift hér og þar í vöruhúsum Íran og það var verið að nútímavæða, tölvuvæða og skrásetja þetta allt en allir þessi stuðningur var bara dregin frá Íran þannig að Íran var með fullt af einhverjum Cobra þyrlum og einhverjum Phantom orustu þóttum og Tomcats og eitthvað svona allt hvað þetta heitir Tomcats, já en síðan málið sko að varhlutinir í þessu þetta slitna svo hratt að þeir vissi ekkert hver þeir voru og þeir áttu þá til einhver staðar á lager og síðan líka máli og þú ert líka með sko bara það að þekkja sko hver munurinn á þessum varahlut sem bara í Tomcat-vélarnar og þessum varahlut sem bara í Phantom-vélarnar þetta svo rosalega flókið já Herru, Saddam Írak þeir höfðu keypt vopn frá Sovétríkjunum stærstum hluta megnin til og þá auðvitað verður þetta stríð auðvitað svona leikvelli það sem að sko vopn frá stórveldunum í kalda stríðinu eru notuð svona lítið lítið svona pröfu útgáfa af því og við skulum ekki vanum þetta hvað það skiptir miklu máli já og þar voru Írakar auðvitað með sko náttúrulega sovjaskar þotur MiG
þotur og líka franska hérna, Mirage Já, þeir eru líka keypt frá Frökkum já og svo voru þeir að nota sovéska skriðdreka T-72 en þeir voru ennþá að nota hérna T-34 sem hérna Já, sovéski skriðdrekir og seinni heimsstyrjöldinni já það er alveg hérna, pældi hvað það hefur verið notað lengi Já, klikkan hvað það hefur notað lengi Já og Írakar voru ennþá að nota mikið af þessu drastli í náttúrulega persóflóðastríðinu þetta Já, og síðan 2003 innrásinu voru þeir ennþá að nota gamla T-72 skriðdreka eða T-80 hvað það komið upp í þá Já, þeir eru ennþá á því og náttúrulega líka, þú veist, maður getur líka hlegið náttúrulega kosturinn samt við þessa tæki náttúrulega er að því einfaldara sem vopnið er náttúrulega því lengur endist það Já. og þetta er alveg umræðilegum í dag að til dæmis að rússar eru að framleiða náttúrulega mikið meira vopnum heldur nokkuð tíma vestrið og það er náttúrulega einfaldlega vegna þess að í vestrinu og til þess Bandaríkjum úr sérhæfi sig að framleiða rosalega flókin og flott hernaðartæki en voðalega lítið að þeim en málið er náttúrulega að F-34 þótt að brennur alveg vel og einhver MiG einfaldari og ódýrari sem er þetta framleiða mikið meira af og eins og ég hef nefnt ofta áður með þýska skriðdreka hersöðingjan sem sagði að þú veist einn tíker skriðdreki væri á við 4 bandaríska og vandamáli væri bara að bandaríkjum kom alltaf með 5 Já. og það er þetta sama hér en síðan líka Íran var líka með mikið töluvert af sovjeskum búnaði og það er nefnilega áhugavert líka að eftir því sem þeir voru síðan að berjast og voru að skipti miklu máli að ef þú nærð að vinna sem þetta vígvöllin þá náttúrulega nærðu líka að taka öll tækin sem eru eftir á vígvöllinum og þú getur oft, og það er oft þannig í svona orustum út að það er kannski skriðdreki, það er bara kannski beltið á honum er ónýtt en skriðdrekin virkar alveg, þú náttúrulega getur þetta ekki náð beltinu og bjargað honum þarna því það er orusta en auðvitað eftir á eru sendir inn verkfræðingar og bifvélavirkjar og allt hvað þetta er sérfræðingar til þess að bjarga öllu svona faratækjum og búnaði og þá eru þetta að lappa upp á þetta og síðan keyra þessu aftur af stað og það náttúrulega var líka svona stór hluti af þessu stríði var auðvitað að fá varhluti í allt þetta þannig að til dæmis Íran var líka að kaupa varhluti í T-72 skriðdreka og slíkt og það sem er líka, það sem er sérstaklega áhugavert þegar ég var að kynna mér þetta stríð er náttúrulega hvað umheimurinn það síðan dróst inn í þetta og sérstaklega þó í vopnasölu Já, og hélt þessu svolítið örugglega líka gangandi og hélt þessu gangandi, nema hvað það var náttúrulega megin munur þetta þar á að Írak gat treyst á umheiminn og Írak til dæmis Saddam Hussein ákvað að heyja þetta stríð bara á kredit, hann ætlaði bara að taka lán fyrir stríðinu og þá kemur líka stjórnmálin inn í þetta og alþjóðastjórnmáli því hann vissi það að hann getur fengið lán hér og þar og vissi að getur fengið meiri stuðning frá Sovétríkjunum og ekki minnst að hann vissi það að hann gæti treyst á konungsríkin við Persaflóa Sameinuðu arabísku furstadæmin og Bahrein og Kúveit og allt þetta að vissi að þeir myndu borga þetta þegar þeir eru hræddir við Shía-múslimana, hræddir við Íran Það er náttúrulega hræðsla við byltingaríkið og þeir eru byrjar að tala að exporta byltingunni og það er ákveðin ógnu við öll þessi ríkjasvæðinu þarna. Það er það og svo ætlum líka bara að skjóta inn að þeir líka upp á fjármagna því að Sádi-Arabía líka fjármagnaði mikið Írak og svo vissi Saddam líka að hann myndi hafa stuðning mikils af Arabaheiminum mikið af öllum þessum arabísku ríkjum myndi styðja hann en munurinn hjá Íranu var að Íran vissi að þeir hefðu ekki þennan stuðning en síðan er þetta líka áhugavert er að Sovétríkin og mér er svo áhugavert þetta að þetta er svo flókið stríð því alþjóðasamfélagið það er svo ótrúlega að lesa hagsmununa sem voru þetta því til dæmis Írak var lengi búin að vera bandamaður Sovétríkjana en þarna voru Sovétríkin svo reið út í Saddam og hann sagði þeim ekkert frá þessu og Saddam mikið að gera svona það sem hann vildi þannig að Sovétríkin sendu til dæmis 300 leiðbeinendur til Írans og sendu Íran fullt af varahlutum og sovjeskum búnaði til þess að styðja Íran gegn Írak þrátt fyrir það að þeir voru líka búin að styðja Írak og þá fenguður auðvitað líka þeir voru ekki að gera bara góðmennsku þeir fenguð til dæmis þá auðvitað amerískar þotur sem þau gott að sé rannsakað og notað til þess að byggja vopn gegn þeim og allt þetta sér líka, við megum alls ekki gleyma allir með Ísrael að hvað gerir Ísrael í þessu og að því Ísrael gæti þetta ekki verið hlutlaust
Ísrael hafði samband við Íran og bauð Íran allar þann stuðning sem þeir mögulega gátu og Íran þakkaði fyrir það og það mjög áhugavert að það var þetta falið en meira að segja sko Khomeini sem var alltaf hataði Ísrael en þarna kemur þetta realpolitíkin inn litli Satan og hvort að Ísrael varð ekki sko hvað fjórði stærsti vopnasali Írans eða eitthvað slíkt, þeir unnu mjög náið saman já. En það var náttúrulega vegna þess að Ísrael vildi hataði sérstaklega Saddam og Saddam hafði náttúrulega berjast gegn Ísrael Já. og svo kemur alltaf akteldamakiti líka, þú veist, Muammar Gaddafi og Líbía hann ákvæðast í að Saddam vegna að hann held að það myndi hjálpa honum í þessum pan-arabísku draumum sínum Sýrland, Assad hann var svo reiður út í Saddam að hann vildi nú freka vinna með Íran en gati ekki brotið alveg gegn pan-arabismanum þetta er svo flókið og meira svo Skandinavía flækist inn í þetta að því meira svo sko Skandinavíulöndin voru að selja vopn það er alltaf þetta sko vinur óvinna mín sem vinur minn og svona í þessum fræðum Já. Og ég meina þess að sovjetmenn sko eru þarna auðvitað höfðu verið auðvitað á hliðalínunni þarna þegar allir þessar atburður voru að gerast í Íran og svo náttúrulega komið þarna New Sheriff in Town í Íran sem ekki sko leppur Bandaríkjana þá þetta geta sovjetmenn síðan sér leika borðið skilur að kannski geta þeir eitthvað fengið þarna nýjan vin þarna í miðausturlöndum hjá þeim að því hann óvinnur Bandaríkjana en á sama tíma þá eru þeir í Afganistan að berjast við íslamista þar og þannig að þú veist þetta er alltaf þessi eins og alltaf í þessum stríðum og þessari pólitíka alltaf þessi hreinu hagsmunir bara ekkert nema hagsmunir það er eina sem að skipti máli sko eina sem telur og það var eins með Kína þú veist Kína var mest upptekið að reyna að setja ykkur bönd á Sovétríkin og takmarka vald Sovétríkina þannig að Kínverjar svo þá leika á borði og sjá Sovétríkin farin að stiðja Íran við förum að pumpa vopnum til Íraks þannig að Kína var sko þriðji stærsti vopnasalinn til Íraks sem þetta áhugavert vegna þess að sko Sovétríki voru samt stærsti vopnasali Íraks Sovétríkin seldu Írakum mest af vopnum seldu Írunum töluvert af vopnum en síðan kom líka löndin svo Frakkland var þar að ríki sem seldi næst mest af vopnum til Íraks og það var bara hreinir fjárhagshagsmunir Algjörlega, en það er auðvitað kemur inn í þetta líka skandallinn með Bandaríkinu auðvitað Íran kontra skandallinn af því að nú erum við kannski þetta tala svolítið tematíst þetta gerir seinna í þessu en þá kemur í ljós að Bandaríkjamenn eru búin að vera að selja Írökum vopn til þess að halda og styðja Íraka í þessu stríði en eru síðan búin að vera á bakvið tjöldin að selja Írönum líka vopn sem að var í tengslu við gíslatökukrísuna það sem að þeir voru að gefa þeim vopn í staðin fyrir að frelsa gíslana og svo notuðu þeir peningi ekki gefa þeim, voru að selja þeim vopn og síðan notuðu þeir þennan pening til þess að fjármagna skærulega í Suður-Ameríku það sem að þessi kontratenging kemur og þetta var mikill skandall þetta getur komast fram hjá bandaríska þinginu þetta var mikill skandall fyrir Reagan og það er alveg hægt að sjá það þegar hann kemur í sjónvarpið og beðist afsökunar á þessu sko sem hann segir að honum hafi ekki verið gefnar réttar upplýsingar og svona Nei, mitt og það er líka, og það er mikilvægt að hafa líka auðvitað í hugallum, svo Jimmy Carter auðvitað tapaði einmitt líka út á gíslatökumálinu hann alltaf var litið á hann sem allt of veikjaði að leiðtoga og þess vegna fekk hann bara 1 kjörtímabil og það, sko, notabenni, við erum að nefna þetta gíslatökudæmi sko, íranska byltingin 1979 þeir eru búnir að komast í valda þarna í klerkastjórnin og þá eru óeirðir í kringum bandaríska sendiráðið og það sem að gerist er að stúdentar sem voru svona radikaliseraðir stúdentar hrúast yfir grindverki og brjótast inn í sendiráðið og þetta vist svona rútín sko þegar er bylting eða valdarán eða eitthvað að sendiráð geta verið í hættu það ekkert í fyrsta sinns það hefur gest þannig að menn voru auðvitað svolítið rólegri við þessu nýju stjórnvöldin fiksa þetta bara fljótt en þeir gerðu það ekki þeir komu inn í
leit bara framhjá þessu og sagði bara nei, ég sé þessi stúdentar ekkert á mínum vegum hérna, ég ætla ekkert að stoppa þá neitt. Nei. Og þá voru þarna starfsmenn bandaríska sendiráðsins var þeim haldið í gíslingu í, hvað var það, 444 daga og var náttúrulega rosaleg krísa, milliríkja krísa þarna, milli Íran og Bandaríkjana. Já. Og þeir auðvitað notuðu þetta sko þarna í pólitíkinni í Bandaríkjunum að hérna það þú nefnir Carter sko að það var ekki fyrir en sko þeir biðu með það eftir að sko Reagan var búin að taka við að sleppa þeim sko til þess að þetta geti verið á hans rekordi sko Jú. að hann hefði gert það sko Já og því að þeir sáu þá náttúrulega líka þegar Carter náttúrulega var svo óvinsæll í Bandaríkjunum þegar það var farið inn í kosningarnar líka það var augljóst að hann myndi tapa en þá gerðu þeir einmitt í því að draga lappirnar og engin ástæðu að vera að semja þá við hann og þá fekk þetta Reagan síðan kredið fyrir þetta. Já. Þetta var mjög flókið og auðvitað fenguð og Íranir eitthvað í staðinn, þeir náttúrulega fenguð hann einhverja varahluti og hernaðar, gögn og slíkt. Einmitt. En ok, sem sagt Saddam Hussein tekur þessa ákvörðun. Tölum að þessum Saddam, áhugaverður karakter. Virkilega mikill óþokki. Jöp. Alveg notorious óþokki. Já. Maður sem hefur verið mikið á milli tannana á fólki á okkar líftíma og hafði svona love-hate samband við Vesturlönd. Já. Það áhugavert ríki sem hann byggði þarna Írak var það þessari svona stríðsmaskínu var að nota efnavopn og gjöreyðingavopn eins og þú segir koma sér upp kjarnorku. Já. Þetta gerist eins og ég sagði áðan mjög fljótlega eftir að hann komst til valda. Jú, svona í stuttumólu er þetta hann líkjónum við Stalin. Saddam Hussein var fjárhirðir alveg uppi fátækt eins og Stalin, þú veist, kom þetta frá Georgíu, blá fátækt, fór eitthvað í skóla. Stalin átti að læra til prests, og það gekk allt eitthvað voða brösulega og illa og hann leiðist hægt og rólega út í glæpi og var svona glæpamaður einhver og síðan byltingaröflin og hann flækist inn í þetta. Gangster. Já, og það er besta orðið, hann var gangster. Stalin var gangster, Saddam Hussein var líka gangster. Hún gekk illa í skóla og ekki vegna þess að hann var illa gefinn. Maður passa svo á því, þú veist, maður sem nær að verða einræðisherra yfir Írak eða hvað ríki sem hann er náttúrulega ekki illa gefinn. Þú veist, ef þú nær að klifra svona hátt upp þá ertu klár. Og náttúrulega hann Saddam náttúrulega sem gangster og sem glæpamaður, náttúrulega lærði hann að beita valdi og hann lærði náttúrulega fljótt hvernig þú gast neitt fólk til þess að gera það sem þú vilt. Og það er eitthvað sem gegnum sýrðu og litaði alla hans pólitísku vegferð. Já. Hann var algjörlega óhræddur við beita ofbeldi og síðan kannski stóri munurinn á honum og Stalin til dæmis er að Saddam var líka óhræddur við að drepa sjálfur. Þannig til dæmis þegar voru aftökur þá gat Saddam alveg sjálfur farið með skambusuna sína og gengið á línuna og skotið menn í höfuðið og aflífað. Já. Og gerði það alveg grimt. Já, og náttúrulega alveg frægar sögur af mörgu þarna og líka synir hans. Já. Údæ og Kúsæ og sérstaklega annar þeirra sem að þessi eldri sem að vist alveg trítilóður. Já, algjörlega. Hann alveg drap og pyntaði vilt og gali sjálfur. Já. Og hafði sérstaklega gaman að því að hann var þarna yfir Ólympíunefndinni. Já. Sá hún fótboltaliði þarna, landsliði í fótbolta og þeir voru pyntaðir eða þeir skoruðu ekki og svona. Já, og svo líka mikilvægt að hafa í huga er að þessi ríki að grundvallar munur til dæmis á kristindómunum og íslam í það sem er áhugavert við það sem kirkjunni tókst að gera og kristindómunum tókst að gera sem tók mörg hundur ár var að kristindómurinn þurrkaði út ættbálkasamfélögin. Þú sérðu þetta þessar ættasögur til dæmis í Sturlungu og svona en í okkar samfélagi í dag er ættin skiptir ekkert öllu máli þannig séð, jú það er áhugavert. Hvað með þessar aristokratísku ættir í lenskjærunum svona sem að voru svona mikla valda ættir? Jú, þú ert með það, en þú ert ekki með klanið, þú ert ekki með stórfjölskyldu, þú ert ekki með stóru ættina þína. Á meðan að í Miðausturlönd eru ennþá ættbálkasamfélagi í þeim skilningi að þú ert með
sem þetta klanið allt í kringuði sem þú þarft að hugsa og þannig til dæmis að Saddam Hussein, það einu sem Saddam gat treyst á var fjölskylda hans og klanið, þannig að hann til dæmis treysti mjög mikið á það og gat ofta horti á milli fingra sér með hinn og þessi mistök og vanhæfni og eitthvað slíkt, en hann vissi að þessi hérna hluti af klaninu mínu. Já. Þú veist, hann sturlungi eða eitthvað svona. Veist, þetta voðalega framandi fyrir okkur, því þetta alveg dautt þetta var þurrkað út í Evrópu. Á meðan að Íslam reyndi aldrei að vega gegn ættbálkarsamfélögum og þess vegna það mjög eðlilegt til dæmis í þessum samfélögum í dag að þú giftist til dæmis frændsískinu þínum og slíkt vegna þess að það verður að reyna að halda öllu innan ættarinnar, stór fjölskyldunar, stór ættarinnar. Og þetta er nefnilega mikilvægt að hafa í huga þegar maður getur ekki skilið stjórnmáli með Austurlöndin ef maður átti sig á þessu. Þannig að þess vegna lýðræði virkar náttúrulega hvergi í Miðausturlöndum og það er hvergi lýðræði í Miðausturlöndum vegna þess að þú kýstu þetta bara þína ættmenn. Það er bara klanið sem þú ert að vinna að því að styrkja og passa upp á. Þú ert ekki að tala við eitthvað ópersónulegt ríki þar sem allir eru bara einstaklingar. Það er evrópsk hugsun sem hefur bara ekkert að gera hvað varðar raunveruleikann í Írak. En allavega þannig að Saddam nær þannig að byggja upp þetta persónulega veldi sitt og treystir voðal mikið á fjölskylduna. Já, ættmenni. Á meðan þess að Stalin gerði það ekki. Stalin náttúrulega komur samfélagi þar sem að kirkjan var búin að þurrka út alla þessa ættbálka og alla þessa gömlu hugmyndir sem stýrðu að Evrópu náttúrulega fyrir kristnina. Þannig að hann gat treyst á kommunismann og flokkinn og eitthvað svona aðrar hugmyndir, þú skilur. Já. En Saddam Hussein náttúrulega var sósíalisti líka, það er mikilvægt að hafa það í huga. Náttúrulega Bata-hreyfingin náttúrulega er sósíalistísk hreyfing. Já. Og hann tekur við 1979 sem forseti. Já. En svo er líka eitt sem verður líka skjóttina því mér fannst þetta líka verið svo umkunnavert. Innrás Íraks inn í Íran að þegar að hersöðingjarnir herfóringja ráðið var að segja þetta skipulegja þetta, þá fundu þeir í skjalasafni sínu gamla breska áætlun þar sem að Bretar 1941 sem bara heræfingu höfðu búið til innrásar áætlun fyrir Íran. Já, ok. Og þannig að þeir taka fram þetta gamla þetta gamla plan Breta frá 41 dusta ríki af því og þetta var hernaðaráætlun sem þeir notu vegna þess að það er líka hluti, að búa til svona hernaðaráætlun er mjög flókið fyrirbrigði og mér finnst mjög áhugavert að fylgjast með þessu þegar ég er í norska hernum, að sjá hvernig þetta koma skilaboð þaðan og þau fara hingað og þú vinnur svona úr þessu og allt þetta er allt, það er gert eftir kúnstærinnar reglum og þú þarft að læra allt þetta og til þess að geta gert þetta almennilega þá verður þetta að vera með hátt menntunarstig. Þess vegna til dæmis í dag, officerarnir í okkur eru allir í minnstarlegi með bachelorgráðu. Við þarfum alltaf, góða háskóla. En ef þú ert með samfélagi eins og Írak, þar sem að menntun hefur bara verið mjög léleg og mikið ólæsi og slíkt, þá finnst mér það svo umkunnarvert að þegar þeir ákveða að ráðast á Íran, við þurfum að treysta það sem Bretarnir bjuggu til fyrir áratugum síðan. En Saddam, hann var að fórseti síðan 1968, cirka áratug sem var að fórseti og svo tekur hann vissa fórseti og hann byrjar á því að hann tekur flokkin í gegn og hreinsar til og er mjög brútal og svona og svo þegar hann gerir þessa innrás tæpu ári eftir að hann kemst í valda sem fórseti þá og náttúrulega auðvitað því að hann var búin að vera varaforseti þá var auðvitað hann auðvitað náttúrulega þekkt nafn og þekkt stærð auðvitað í stjórnmálunum eðlilega og náttúrulega fólk í Íran vissi af honum og var ákveðin ótti við hann og svona líka áður en þetta stríð byrjaði og þannig en af því að hann, eins og við erum að tala hann er svona þessi einræðisherra þá er strax komið á þarna svona kerfi það sem að herfóringjarnir í Írak þeir eru svona eins og við sjá með Stalin og svona, þeir þora ekki að segja þeir gefa upplýsingar sem hann vill heyra og og hann svona og menn eru bara teknir og skotnir eða reknir eða eitthvað fyrir að gera mistök og svona þannig að hann
gerir þessa innrásarna í hvað var það, í september 1980 September, já sem að þá þetta cirka ári eftir byltinguna í Íran og hann heldur að þetta muni vera einfalt Jú, heldur sem einfalt að þeir muni rúlla hann inn Jep. og herfóringjarnir hans sannfæra hann það að þetta verði bara nokkri dagar og svo búið sem nú eitthvað sem að maður hefur nú oft heyrt þegar menn hafa farið í svona leiðangur Já, létt að byrja að stríða það svolítið erfiðar að binda enda á því Já, mitt Af því að það sem að já, nú ég að reyna að muna hvað þessar 2 ár heita á íslensku Tígris og Efrat Jú, Já, við köllum þetta bara Tígris og Efrat þar sem þær renna saman þá myndaði sér nýja á sem heitir eitthvað Shatt al-Arab já, því bara á Arabana já og það svæðið sem hefur Íran og Írak hafa steilt þá það sem að þá áin myndar að stóru hluta til svona austur landamærin allan þarna við Kúsestan sem er þetta suð-vestur hluti Írans og þeir halda yfir það þeir geti bara rúllað þarna inn, lagt undir sitt olíusvæði passaði eiginlega ekki olíu innviðina því þeir vildi ekki styggja alþjóðasamfélagið of mikið Arabarnir taka þeim fagnandi og þeir ná þá og síðan sjáðu fyrir sér að þeir geti þá bara stoppað og síðan verði þetta semja bara og að Íran mun bara gefa sig Já. En það auðvitað ekki það sem gerðist Nei Fyrsta sem gerðist, var að þeir gengu náttúrulega voðalega hart fram, Írakar þannig að þeir náðu strax að fá fólki upp á móti sér með því að þeir fóru að taka af lífi Írana sem voru þá Arabar sem þeir sökuðu þá svik og eitthvað slíkt þannig að sko fólkið sem átti þá að stuðja þessi innrás það snýri strax gegn þeim það sem líka samt áhugavert að viðbrögð Írans voru, maður getur sagt svo tildalega róleg því þeir voru fyrst og fremst uppteknir af því að berja niður allar þessar aðskilnaðar hreyfingar þannig að Íran setti fyrst og fremst kraft í það en það náttúrulega hangir þetta líka saman með landafræðin að Íran vissu þetta þeir höfðu efni á að tapa heilmiklu landsvæði upp á það að Íran er náttúrulega svo stórt og ennfremur vissu að Írak hafði náttúrulega enga burði til þess að ráðast yfir Sargosfjöllin Nei Þannig að, en ekki það, þeir eru svona auðvitað mætöta þessi innrás af mikið meiri hörku en Saddam hafði ímyndað sér og þetta er náttúrulega bara klassískt það sem gerist að það er ekkert jafn gott fyrir sko sundrung í samfélagi og það kom einhver utanakomandi andstæðingur og ráðist á samfélagi það þjappar venjulega öllum saman Algjörlega Það var það sem gerðist í Íran þannig að þá gáttu meira svo sko öfgaklerkarnir sem vildu bara keyra í gegn sko eitthvað svona guðríki leið og kommunistarnir þá gætu þeir alltaf unnið saman því þú veist, núna var þetta höfða til heyrðu, við erum fyrst og fremst Íranir núna verðum við fyrst og fremst að berjast á móti Saddam Algjörlega og þessari Araba innrás og það er líka bara þannig að þetta náttúrulega bjargaði kannski byltinguna ýmsu leyti Algjörlega og líka bara þessi punktur sem maður hefur stundum nefnt sko þetta með, svo í fyrir heimstyrjöld og svona við nefndum þetta og maður tala það og svona þú veist það er bara, þú veist, þegar að fólk byrjar að deyja skilur, þegar að það er byrjað að sprengja hús í bænum þínum og þú veist þá ferðu þetta bara að hata aðilann sem er að gera það Algjörlega og þú veist og þess vegna er það þetta sko þú veist alltaf skilur innrás í ríki þú veist er alltaf mjög hættulegt því að sko andstæðingunum sem er að verja sig fær alltaf mjög mikið búst út frá þessu sko Algjörlega og auðvitað virka þetta líka á þann sem er að ráðast á þetta því að ég meina fólki fyrir að koma heim hermenninu fara að koma heim í líkistum sko Já, algjörlega það er mikil áhrif sko. En síðan sem er líka síðan alltaf kom þetta líka Íra kom óvart náttúrulega að Íran náða að berjast að miklu meira krafti en sá fyrir sér og þetta breytti þessi innrás líka byltingunni hvað það varðað að til dæmis mikið af flugmönnum og herfóringjum og officerum sem voru í fangelsi núna var aftur á móti gífuleg þörf fyrir þessa þekkingu af því þú átt glæsilega þoturinn og ekki við neitt að fljúa þoturinn þá er náttúrulega tilgangslaus þannig að þá byrjuðu klerkastjórnin eða þá byrjuðu þess íranska stjórnin að sleppa mönnum á fangelsi og það sem er náttúrulega mikilvægt að hafa þá í huga líka að þú kannski búin að sitja í fangelsi ári eða 2 eða hvað það er
og bara grunaður það að þú sért ekki hliðhollu stjórninni og sért möguleg svikari. Þessi sem slupp úr fangelsi höfðu náttúrulega sko allt að vinna og þá náttúrulega var sérstaklega mikill hvati á þeim að berjast á eins miklu kraftöðu gátu til þess að sanna sig og sína, heyrðu, ég hliðhollu nýju stjórninni. Já. Þannig að mikillum þessu flugmönnum og officerum börðust af miklu kappi þá einmitt gegn Írakum til þess einmitt að sína og sanna hollustu sína. Þannig að þá náttúrulega fengu þeir aftur Íranir fullt af mönnum sem gáttu aðstofa þá og flogið þessum þotum og notaðina herbúnað en það stóð Íran sem mjög vel til að byrja með. Já. En það sem er samt líka sem sérstaklega áhverð svona fyrstu árin í þessu stríði að það sem var nummer 1, 2 og 3 fyrir Íran var auðvitað byltingin og víglínan heima fyrir. Já. Aðskilnaða sinnar klerkandi síðan 90 tækifæri, ég man ekki hvort það var 82 allan í byrjun stríðsins. Stríðið gerir líka klerkunum kleift hægt og rólega að kasta þessum afhelgunar sinnum til hliðar og koma á almennilegri klerkastjórn. Og til dæmis, þetta er náttúrulega ómögulegt að segja ef þetta hefði ekki gerst þá hefði þetta farið svona eða þetta varð að fara svona til þess að fá þessa niðurstöðu en það er þó margt sem bendir til þess að ef þetta stríð hefði ekki átt sér stað þá er mikið erfiðar að sjá fyrir sig hvernig hefðu klerkarnir þá svona öfgafullir og svona íhaldsamir, hvernig hefðu þeir þá átt að ná að berja niður afhelgunar sinna og sósíalistana sem voru mjög sterkir. Já. Þetta er svo bara með alla byltingar, þú veist, bolsjevikar komast ekki til valda vegna þess að þeir voru svo vinsælir, þvert á móti, þeir komast bara til valda vegna þess að þeir voru, marga af þeim sem voru klárastir og voru tilbúinir að beita mestu ofbeldi og gáttu nýtt sér fyrir heimsstyrjöldin og svo borgarastríðið og þannig hægt og rólega náð völdum. Og það er oft svona með byltingar, með frönsku byltinguna, Jakobínarnir og Robert Spier og allir þeir, þetta voru ekki vinsælustu mennirnir, en í allri ringulreiðinni þá ná þeir að búa til tækifæri og síðan grípa völdin og hrifsa til sín völdin. Það er náttúrulega eins með klerkana, þeir ná síðan að hrifsa til sín völdin hérna í byrjun stríðsins. Já. En svo náttúrulega þetta stríð náttúrulega tók 8 ár, þannig að það er að tala náttúrulega heilmikið allavega orustur og hvernig það var fram og tilbaka, en svona það náttúrulega var allt og langt að ætla að taka þetta alveg að fara alveg í sauman á þessu. Nei, og það kannski heldur ekkert svo mikið af einhverjum stórum breakthrough aðgerðum og eitthvað svoleiðis svo sem mikið af því þetta var svolítið svona bara fram og tilbaka þarna í kringum landamærin. En kannski það sem að ef maður tekur þetta tematíst sko bara yfir öll þessi 8 ár það sem maður kannski stendur upp úr hernaðarlega séð er sko tvennskonar sko það er annars vegar þetta þú veist að þetta er svona þetta hefðbundna landstríð sem að er svolítið svona dett úr tísku núna síðustu hálfu öldina þó að séu þetta alls ekki horfið en það er svona þú veist þetta er svona 2 ríki á móti hver öðrum sem er að nota þú veist land, flug og sjó her gegn hvort öðru og svona innrás með, þú veist, þetta er svona eins og að gamla skólanum, við sjáum ekki mikið af þessu í dag lengur. Nei. Þetta er hernaður náttúrulega í þú veist, í dag er miklu meira proxy og skæruhernaður og svona eins og við sjáum bara núna í fréttum hverjum degi Ísraelsmenn eru bara sprengjandi bara í Íran og Sýrlandi og Líbanon og bara sprengja alls staðar á þess að vera þannig séð í stríði við ríkin sem þeir eru að sprengja. Já. Og við auðvitað höfum svona styrjaldir svona milli ríkja auðvitað eins og Íraksstríðis fyrra og seinna Íraksstríðið og við höfum auðvitað innrásin í Úkraínu þó svo samt sko innrásin í Úkraínu náttúrulega er ekki viðurkennd sem innrás frá öðrum stríðsaðilanum auðvitað. Nei. Sem auðvitað gerir það svolítið svona flóknara. En þarna ertu alveg með bara þetta klassíska bara svona landstríð. Já. Svona seint á 20. öld og þannig erum við með skotgrafir, jarðsprengjur loftárásir og bara bara allt sem fylgir þessum svona klassíska hernaði á 20. öld og svo eru 2 hlutir í þessu sem að standa svolítið upp úr og það er grimmdin á báða bóga Já. sem er svolítið sérstök vegna þess að þú ert með einn aðilinn
svona trúarlegt byltingaríki og þar eru menn að nota svona aðferðir sko sem að þú sérð í tengslu við þessu kamikaze sko eða hryðjuverkamenn og sjálfsmorðsárásir og það þetta sko þetta sem við nefndum aðeins inn í síðasta þetta að nota barnahermenn sko til þess að fórna sér á jarðsprengjurnar og menn fara í stríðið sko með hvíta þeir eru í hvítum fötum eða með hvíta klúta ennið sem er svona þetta síatákn fyrir sko að deyja fyrir málstaðinn þannig er stökunnið með þetta trúarlega sko, þú veist, ég fer hérna í þetta stríðskiluru algjörlega tilbúin til þess að deyja því það er hluti af planinu bara þetta trúarlega element sem er svolítið svona áhugaverð sem við þurfum að ræða og síðan á hinbóginn Írak sem er svona þetta þessi harðstjórn afhelguð svona harðstjórn svona hálfstalínísk sko og er svona bad boy sko með gjöreyðingavopn og nota þarna gas, sinnepsgas gegn auðvitað Íran en líka auðvitað gegn eiginborgurum sem eru þá kurdarnir á meðan þessu stendur en þeir gera þetta, þeir nota efnavopn gegn Írunum þeir nota þarna meðal annars til dæmis sko jarðsprengjur sem eru með sinnepsgasi í og það sem er svo áhugavert líka er einmitt hvað Írak komst upp með að nota svona mikið af efnavopnum og að alþjóðasamfélagið hafi ekki brugðist verð við því og það allir var svo hluta af því af hverju Íran síðan var tilbúið að lokum að semja frið var einmitt út af því að þeir voru hræddir við það að Írak myndi nota efnavopn líka gegn borgunum sem voru algjörlega óvarðar gegn slíku. En fyrirgjöf, þessi efnavopn eins og sinnepsgas og svona, þetta hefði ekkert verið notað síðan bara í fyrri heimsstyrjaldi, það ekki rétt? Jú. Meira að segja í seinni heimsstyrjaldi, Sovétríkin og þriðja ríkið, þú veist, það er kannski aldrei í sögunni sem tvö ríki hafa hatað hvort annað jafn mikið. Þar var nú ekki einu sem notuðu efnavopn. Þess vegna er ótrúlegt hvað þetta vatt upp á sig og Íran held ég var nú ekki með neinn efnavopn, það bjuggu ekki yfir höfðingan slíkan iðnað á meðan að Saddam var að fullu í þessu. Heldur þú það hafi ekki verið ykkur svona persónulegi duttlungar í Hitler? Hann alltaf lenti sjálfur í gasinu, sko. Jú, það getur vel verið. Ég svo sem ekki kynnt mér það, sko, en nei, ég ekki kynnt mér þetta. Það var, sko, þá getur það vel verið. Já. En síðan alltaf, það hangir alltaf líka saman með það að Saddam alltaf var líka að reyna að koma sér upp kjarnorkusprengjum og Íran var mjög hrætt við það og óttuðust það og þá einmitt töluðu þeir líka við Ísraelina og Ísraelarnir sögðu sko ekki að neinir áhyggjur á þessu kallið minn. Þannig að Ísraelar notaði tækifærið og þeir það er svo ótrúlega hvað Ísraelar ná að gera og ég var að lesa sig að þá þessa herferð sem þeir fórar sem þeir flugu þóttónum sko undir radar og voru með sko eitthvað sérsveita menn líka á hliðarlínunni einhverjar flugvélar skotna niður og þannig og þeir ná að fljúa sko þvílíkt og koma Írökum alveg óvörum og þessi ísraelsku þotur ná að droppa öllum sprengjónum alveg svo þetta að vera og þurrka út þá þetta kjarnorkuver. Þeir vissu það að það var ekki neitt af eldsneyti í kjarnorkuverinu þannig að það var ekki hætta á neittni geislavirkni. Nei. Þannig þurrkuðu þeir út þá kjarnorkuáætlun Saddams. Þannig að það var Ísraels ríki að þakka að hann kom sér ekki upp kjarnorkusprengjum en ekki það, hann var það langt frá því að hafa nokkuð náð því en engu að síður og þetta reyndar hjálpaði Írak svona lengra fram í stríðunni því þegar kjarnorkuáætlunum var farin þá var mikið léttara fyrir aðra að selja honum vopn þannig að Evrópuþjóðir fóru að selja honum mikið meira vopn en allavega og það er áhugavert að sjá hvað hann komst upp með það að beita öllu þessu gasi og nota öllu þessi hryllilegu efnavopn og náttúrulega það sem Íran, það er ástæða fyrir líka ég nefndi það að Íran var sko 3 sinnum fjölmennara og Íran er líka mikið yngri þjóð þannig að það sem Íran átti nóg af var ungir strákar til þess að berjast og þannig að Íran til þess virkaði það alveg sérstaklega og þá voru reyndast að miklum áráðursherferðum að laða unga stráka inn í herinn og ekki minnst inn í þessa pastaran sveitir sem var svona sérstaklega svona hvað kallar þetta svona byltingasveitir og svona her gegn hernum og þú búið þetta kannski saman eins og SS varð alveg svona sér her gegn vermakt þýska hernum og alltaf stöðu að deilu. Ertu ekki að tala um byltingar
verðirnir Revolutionary Guard Jú, svo eru byltingaverðin líka. Það eru líka þeir, en það eru líka þessar Pastaran sveitir. Minn maður hafi heitið Pastaran. Þeir notuðu þetta þennan byltingavörðu þetta til þess að temja herinn svolítið. Já, og byltingavörðurinn eru þetta, ætli það segi ekki einmitt íranska nafnið. Pastaran, því þetta byltingavörður þetta er bara verðir byltingarinnar á persísku. Jú, Pastaran jú, það passar. Það það sama. Já. Þannig að það sem Íran auðvitað þá sé að byrja að gera, það var að nota þessar human waves aðferðir, þar sem að þeir hreinlega, náttúrulega þá notuðu þá trúna líka, þá náttúrulega komin inn á það, að þeir voru þá með unga stráka, þurftu að þjálfa og lítið sem ekki neitt, senda þá fyrst, hreinsa jarðsprengjurnar, síðan kom bara hver aldan og eftir annari af hermönnum og þannig náðu þeir ofta að drekja bókstaflega Írökum bara í mannabla, þannig að Írakar sem voru kannski búin að grafa sér niður þegar þeir voru undirbúinir fyrir að núna kemur skriðdrekasveiti og ætla að ráðast á það og eitthvað slíkt, voru óundirbúinir fyrir það að það kemur fullt af fótgönguliðum, af því það er mikilvægt að hafa það í huga að skriðdrekar eru varnarlausir gegn fótgönguliðum ef skriðdrekar eru ekki með aðra fótgönguliða til þess að verja þá. Jú. Vegna einn maður getur alveg tekið út skriðdreka og hann kemst bara nógu nálægt honum með eldflugum eða eitthvað svona sprengjum eða hvað það er. En maður hefur nú líka séð í myndum að þeir geta nú eins og myndin með Brad Pitt Fury, já. Og líka myndin 80s myndin Beast of War sem fjallar einmitt svona skriðdreka sem stendur bara svona einn og þeir komast ekkert að þeim það er líka aðna í Fury og var ekki einhverjar senur þar það sem þeir voru bara að kitta sig inn í. Algjörlega, en skriðdrekar er svona mun hvað maður að segja viðkvæmnari en maður heldur. Svo önnur mynd sem ég mann ekki hvað heitir en það fjallar einhverja hverslenski voru franskir eða pólskir eða hvað voru einhverju fangar í einhverju þýskum fangabúðum og voru með svona fangaðan T-34 skriðdreka sem þeir áttu að reverse engineera og síðan byggðu þeir upp skriðdrekan og flúðu síðan á honum úr fangabúðum var ekki hvað sem myndið þér. Nei allavega en allavega þannig það var auðvitað mikilvæg hluti þá af auðvitað af hernaði Írans þá var notuð þetta allan mannafla. Þetta var auðvitað svolítið svona skriðdreka stríð. Þetta var þetta mikið skriðdreka stríð auðvitað og einhverja stærstu skriðdreka orustur 20. aldar voru háðar þarna. En það er samt mikilvægt að hafa það líka í huga að svo er þetta spurning hvað og ég held að sé nú mikið til rétt í því að margir segja að ástæðan fyrir því okkur þetta stríð hafa gengið svona illa og verið eins og þetta var mikið bara svona landhernaðurinn gekk ekkert og menn voru fastir í skotgröfum að bæði Íranir og Írakar voru svo illa menntaðir og kunnu svo illa á búnaðinn og var svo illa stýrt að þess vegna var þetta allt svo mikið klúður og þess vegna gekk þetta svo illa og þess vegna voru, en það breyti því samt ekki náttúrulega báðir aðeilar voru svona glataðir að þá náttúrulega er þetta ákveðin jöfnuður svona þannig séð en þarna voru þetta miklar skriðdrekaorustur. En þetta er náttúrulega hafið þau áhrif þá að stríðið fer náttúrulega í mismunandi tímabil. Þannig að þá til dæmis þegar landhernaðurinn er frosinn að þá byrja allir með Saddam Hussein til dæmis að ráðast mikið meira á íranska borgir og það var allavega borgarárásir eru mikilvægir og þetta líka Íranir að ráðast á Bagdad og Já, það er kallað War of the Cities, eða ekki? Já. Og skjóta hann náttúrulega eldflögum á hvort annan, þetta er náttúrulega fyrsta stríðar sem allir eldflögar spiluðu svona mikilvægt hlutverk þar sem að vera að skjóta, þar sem náttúrulega báðir aðeila halda inn í stríðið með langdrægar eldflögar. Og svo náttúrulega líka það sem að gerist þetta hægt og rólega er að við getum auðvitað sagt að Írak hægt og rólega auðvitað slítur og næra slíta upp og slíta íranska hernum en náttúrulega íraski herin líka auðvitað slítur sér
og það náttúrulega verða fyrir gífurlegu tapi en eins og ég nefndi hérna í byrjun Íran náttúrulega gat ekki keypt nýjar Tomcat vélar Íran gat ekki komist í hitt og þetta þannig að það sem gerist auðvitað að Írak hægt og róla og sérstaklega eftir að Írak misti kjarnorkuverið sitt þá var mikið léttara fyrir þá að kaupa vopn þannig að þeir náttúrulega sérstaklega undir lok stríðsins þá náðu þeir að endur vopna og vígvæða herinn og nútímavæða herinn og meðan Íran hafði ekki burði til þess að gera það Nei Og það er allir hluti af því af hverju Íran til þeim síðan var tilbúið að semja frið því það er mikilvægt að hafa það líka í huga að Saddam Hussein eftir þetta mistekst þarna eftir fyrstu 3 mánuðina þá nær Saddam Hussein eða Írak að leggja undir sig 1% af Íran og hann segir þá strax og sendir skilaboð og lýsir yfir sko einhliða vopnahliði og spyr Khomeini friðarsamning og Khomeini náttúrulega þetta var þannig séð honum í hag að þetta stríð hefði brotist út Já, hann vildi halda þessu gangandi Já. Og við verðum að hafa það í hug og þessu náttúrulega auðvitað klerkastjórnin í Íran kannski sérstaklega hættulega að náttúrulega það besta sem getur komið fyrir svona öfga síta múslima auðvitað að deyja píslavættistöðu og komast í himna jú. Og þetta náttúrulega eitthvað sem gegnum sýri stjórnina enn þann dag í dag þannig að þess vegna var náttúrulega minnstamáli fyrir þeim að fórna öllum þessum ungu strákum og við erum að tala það alveg niður í sko, bara barnahermi, kannski 12 ára gamli strákar sem voru á vígvellinum en hann náttúrulega sem hann Khomeini samþykkir ekki vopnahliði fyrr en 88 þegar Íran farið að tapa mikið á vígvellunum og það hefur sýnt sig líka að Saddam Hussein kemst upp með að beita öllum efnavopnum og hann var farin að hóta því að beita þeim gegn borgunum og fólk var farið að flýja úr borgunum Já, og líka auðvitað áhugavert að Íran sem náttúrulega svolítið svona rók þarna á hinu alþjóðlega sviði þeir fara náttúrulega í Sameinuðu þjóðirnar og að kvarta yfir því að það sé verið að nota efnavopn og þú veist einhvern veginn svona leita til alþjóðasamfélagsins stuðning skilur að það sé verið að brjóta stríðslög þarna með því að nota og sína myndir af þú veist brunnum, lungum og eitthvað svona sem eru þó sönnunargögnum það að það sé verið að nota efnavopn og svona og það hjálpaði nú ekki Nei en auðvitað þess að þú segir Íran náttúrulega auðvitað kannski komin út á ákveðin barm og þetta komið út í algjöru vitleysu en hann sagði hann ekki að þetta væri svo að drekka eitur Khomeini að gangast við þessum friðarsamningi Já en það er svolítið mikið áður en að segja það þá segir hann sko að hamingjusamur eru þeir sem hafa dáið píslavættisdauða og hamingjusamur eru þeir sem hafa mist eitthvað inn í ljósið en síðan segir hann þú veist óhamingjusamur eru þeir sem eru ennþá á lífi og þurfa að drekka þennan eiturbikar Nei mitt Ég var bara með þetta á íslensku allt maður En verður að skjóta einn líka eitt annað sjokk líka Bandaríkin koma aðeins inn í stríði með því að þeir senda flotastyrk sem var að verja þá auðvitað olíuskip og slíkt og svo náttúrulega þetta atvik þar sem að Bandaríkjamenn náttúrulega skjóta niður farþegaþotu í Íran og drepa einhver 140 manns Einmitt, já og það var mikið sjokk fyrir Íran og hrætti klerkastjórnina líka þannig þeir voru hrættir sérstaklega við að Bandaríkjamenn myndu koma meira inn í stríðið og Bandaríkin sluppu alveg ótrúlega frá því að hafa skotið niður þessa herþotu ég held að það sé nú ekkert það er nú ekkert eitthvað þessa farþegaþotu ég held að sé ekkert margir sem vita það Nei, þeir eins og allt var brjála þegar Rússar skuttu niður farþegaþotuna yfir Úkraínu Já, þeir báðist afsökunar og borguðu skaðabætur til fjölskyldana og svona Já en já, komist alveg hjá þessu en þetta gerist auðvitað líka í Sovétríkjunum 1900 hvað var það, 83 var það ekki þegar var hún ekki suðurkórisk flugvél sem að flög inn í sovéska lofthelgi og þeir skutu hana niður með meir en 200 manns borð Já Héldu að þetta væri eitthvað bandarist njósna tæki eða eitthvað Já, ég veit Þannig að svona getur gerst Já, svona getur gerst Óhugnilegt En já
20. ágúst 1988 þá lýkur þessari styrjöld og það er svona eins og sögum á hann, það er kannski engin svona breytingar á landamærum eða neitt slíkt, en Nei. er ekki hægt að segja að báðir unnu að vissu leyti og báðir töpuð að sjálfsögðu, að tapa náttúrulega alltaf allir í stríði. Þetta er náttúrulega gífurlegar efnahagslegar afleiðingar náttúrulega og innviði hérna í Íran Algjörlega. og eyðilegging Já. fyrir þetta náttúrulega allt mannfallið. Já. Og ekki kannski nefnt það, manstu hvað dómargir í stríðin, er ekki svona herri tölur kannski upp í 1.000.000 manns? Sko þeir segja hérna Það er auðvitað á reiki því þetta er alltaf svo rampolítístu þetta, hvað jú. eins og er bara með Úkraínu, Rússlandsstríði núna, maður getur ekki treyst Þeir segja hérna á Wikipedia segja þeir hérna sem sagt 200 til 600.000 hjá Íran, 100 til 500.000 hjá Írak, Já. hjá hernum og síðan 450 byttu. Ég hef heyrt svona allt frá, ég man ekki hvort það var þetta neðri tölur upp á 300-400.000, kannski upp í 1.000.000, en þetta er allt eitthvað voða mikið á reiki. Já. En engu að síður er þetta mörg 100.000 manns, þannig að þetta er náttúrulega eitthvað sem snertu til allt samfélagið. Já, 1 til 1,5 milljón manns Já. fórust eða særðust, já. Þannig að þetta er, og síðan auðvitað voru þarna greiðalegi stríðsklæpir auðvitað í Írak, auðvitað gegn Kúrdum. Já. Og það er auðvitað eitthvað sem átti eftir að draga dilka eftir sér, því að eins og við segjum sko að vissuleiti unnu báðir, ég menna íranska klerkastjórnin náttúrulega styrtist mikið við þetta og írakska stjórninu auðvitað styrtist svolítið við þetta líka, því að þarna situr náttúrulega Saddam Hussein eftir með agalega stríðsvél sem að hann er tilbúin til þess að nota meira og hann fer náttúrulega bara beint í Kúveit Einmitt. 2 árum seinna, 1991 Já. og þarna eru líka auðvitað, hafði þetta þessi geopolítíska áhrif auðvitað líka Bandaríkin eru búin að binda sig þarna niður á svæðinu auðvitað meira heldur en þeir höfðu verið áður Já. og enda náttúrulega með því að þeir fara síðan í þetta stríð gegn Írak 1991 út af Kúveit einrásinni Einmitt. og the rest is history as they say. Og líka, já, en og áður við segjum það, líka Íran auðvitað byrjar að byggja eigin hernaðar iðnað, hergagni iðnað auðvitað upp úr þessu og það allir með sjáum auðvitað eins og í dag þegar að rússar að nota þess að Shahed flíildi og slíkt Já. og írönsku vopn og það náttúrulega út af einangrunni og auðvitað líka út af því sem þeir upplifðu í þessu stríði. Einmitt. En hefur þetta ekki haft svolítið áhrif líka svona eftir á auðvitað þessi nótkun á þessum efnavopnum, veistu það eitthvað? Hefur þetta ekki haft eitthvað svona heilsufarsvandamál og svona? Jú, ég er ekki kynnt mér að nákvæmlega en það er alveg pottet. Það var bara tilvíðinu og sá frétt núna um einhvern belgiskan bónda sem hefði verið að plæja akkur sinn og þar kom upp einhverjar eitthvað svona hilki sem hann lyfti síðan upp og bar út í útkant og síðan fekk hann fullt af einhverjum útbrotum og einhverju á magan. Sýndi sig að þetta var með gamalt sinnepsgas frá fyrri heimsstyrjöld sem er ennþá virt, þú veist. Já, yfir 100 árum seinna. Já. Þannig að það er alveg pottþétt að þetta hefur haft mikil áhrif, þessi efnavopn þarna. Hefur örugglega áhrif enn þann dag í dag. Já. Og við veitum að þetta hlutaði náttúrulega af hverju Bandaríkin sem fór inn á það 2003, þá náttúrulega Saddam var búin að sýna það og sanna aftur að hann var óhræddur við að nota gas og já, hinn og þessi gjöreyðingavopn. Já. Með þá einrás auðvitað og áhugavert að bera það sama við, þú veist, atburðina í dag sko, og sýnir auðvitað bara hvernig heimurinn er orðinn sko, að þú veist, þá var alveg verið að reyna þú veist, að sannfæra alþjóðasamfélagið um að gera innrás í hlutlaust ríki skilur, með því að benda á stríðsklæpi og meiri segja reyna að fabrikeita sönnunargögn fyrir því að þeir séu með gereyðingavopn og svona, það var verið að reyna að búa til eitthvað svona eitthvað svona, einhverja löggildingu í kringum innrásina, en í dag þá er bara sendt út eitthvað skilaboð á samfélagsmiðlum og svo er bara farið að bombað sko. Já, það er mitt. Og það sýnir auðvitað svolítið svona á hvaða stað við erum komin í dag, allavega þegar kemur að svona þessum
alþjóðarétti og alþjóðalögum og svona. Já, gerir það. Það er náttúrulega realpolitíkin sem er alltaf 1, 2 og 3. Hittir draumarar. Einmitt. Því miður. Það er þannig sko. En já, eru við að vera góði með þetta í bili eða? Já, náttúrulega, eins og við segjum svo oft þegar við erum að taka okkur fyrir, þú veist, það er að tala svo endalaust þetta og það benda á svo margt en og alltaf 8 ára stríðin og þetta heilmikið sem gerist þetta 8 árum en þetta er svona ágætis yfirferð, myndi ég að segja. Já, ég held að við þurfum að fara að koma okkur út, það er svo ógeðslega heitt hérna í stúdíónu hjá mér. Já, ég er líka alveg að það rennur á mig svittir. Ég er alveg hérna bara sko. En ég held að við þurfum að fara að koma okkur í sumarfrí en við þakka það fyrir okkur hér í dag og koma aftur hér í haust. Við minnum hlustundur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com. Hún hefur fengið núna Extreme Makeover vefsíðan okkar. Hvetjum hlustundur til að kíkja á það getur nú verið ágætis veganesti í sumarfríði núna ef að menn vilja fara að grafa fram gamla söguskoðun þætti þá erum við búin að setja þá núna fram í töflu inn á vefsíðun okkar þar sem hægt að filtera og sortera og skoða og hlusta á í tímaröð og svo framvegis. Það var nú svona verkefni sem við byrjuðum með hérna í tengslu við 100 þáttaafmælið fyrir svona hálfu ára síðan en komumst ekki lengra með það en það er núna loksins tilbúið. Jöp, heil mikið að gerast. Þannig að við hvetjum hlustendur til að kíkja á það. Já. Annars erum við á Facebook og hlaðarpið má nálgast á öllum helstu hlaðarpsveitum. Söguskoðun@gmail.com netfangþáttarins, það er hægt að hafa samband við okkur, endilega hafa samband við okkur með athugasemdum eða hugmyndum að málefnum að ræða eða spurningum eða öðru. Við viljum endilega taka þátt í umræðu við hlustendur um það. Að því sögðu þá segjum við þetta gott hérðan úr steikinni og snúum aftur eftir sumarfrí. Verið sæl.